Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesjamagasín. Við heilsum ykkur frá Grindavík, en ekki hvar. Það náttúruvá á Reykjanesskaga, gos í Geldingadölum. Og við kíktum þangað og fjöllum meira gos í þættinum. Við skoðum gosið í Geldingadölum fyrsta morguninn með einum af fyrstu gestónum. Víkufréttamenn fóru í dalina og skoðuðu gosið og við ræddum við Grindvíkinga. Loks fórum við á fyrirlestur með jarðvísindamanninum og þingmanninum Ara Trausta Guðmundsinni sem fræddi okkur jarðvána og fleira tengt eldgosinu. En við byrjum þáttinn með Keflvíkingnum Guðjóni Vilhelm, oft tengdur við humarsöluna. Hann var líklega með fyrstu mönnum að gosuna á laugardagsmorguninn en við á Víkufréttum voru líka fyrstir að birta frétt og mynd gosið á Víkufréttavefnum á föstudagskvöldið. Þetta er myndin. Hérna heyrir maður bara sko, það víbrar allt hérna undir mér. Ég ætla að hverja, það er svona bara bassahljóðina honi. Finn bara bassabylgjuna ganga hérna yfir. Maður er svona hálf lítill í sér þegar maður, ég held að ég sé komin aðeins svo langt upp núna. Ég læt mig hverfa núna, þetta er gott. Já, hvernig er að komast í návíi við gosið? Getur þú lýst þessu svona, hvernig þetta er? Já, það sko, þetta náttúrulega komur óvart. Fyrsta lagi hitinn frá hrauninu eðlilega, en hérna maður kemst ekkert nema kannski svona max 2 metra að því, 1,5–2 metra. En ég tók ákvörðin að labba hann upp á fjallið og reyna að komast eins nála gígnum og hægt er til þess að upplifa það og það var magnað. Þar fann ég í fyrsta skipti svona, ég var bara næstu hræddur sko, það var hérna bæði titringun undir löppunum og svo svona bylgjur, það voru svona einhverja höggbylgjur sem að komu og meldum hann sko. Þannig að það var, og háaði náttúrulega eðlilega frá gígnum, en bylgjunar, ég hef aldrei getið ímyndað mér að það geti komið svona einhverja höggbylgjur frá sig. Þannig að það var magnað. Alveg gríðarlegir kraftar og þrátt fyrir að þetta ekki að vera öflugt gos, þá held ég að þetta sé bara, þú veist, já, allavega annað þetta eru kraftar sem þetta kom mér á orð, hvað þetta eru gríðarlegir kraftar og hvað maður hvað þetta er bara skemmtilegt að sjá þetta og upplifa þetta. Ég hvet bara fólk til að taka töltaða nýttir og skoða þetta sko. Það er svolítið talað lyktina af gosi, hvernig upplifir lyktina af þessu? Lyktin er bara eins og gamla skuldina sko. Það er bara líka brennu sína og þetta er bara eins og að vera á gamla skuldina. Það bara kviknaði í sinunni fyrir aftan mig. Hraunið flæðir hérna fram. Gígur að myndast hérna. Geggjaður gígur. Sullast hérna upp úr. Hann er bara kominn að sinunni. Hiti maður. Góður hiti hérna. Heyrið í hrauninu renna fram. Stjöfull heitt, ég kemst alltaf nær maður. Ég kom bara alveg í hrauninu aðrinn. Mér langar nú að taka með mér eitt stein heim, en þetta er fyrir. Vá. Það er bara að byrja að brenna, það er að byrja að sjór hittni framan. Það er svona meter í þetta hérna nú. Áhugi Íslendinga og útlendinga á þessu gosi er gríðar mikill og daglega hafa mörg hundruð manns sótt gosið heim í brekkuna í Geldingadölum. Flestir gangandi en margir á öðrum farartækjum. Meðal annars margir í 50.000 króna flugferðum á mann með þyrlum að gosinu. Sigurður Óli Hilmarsson hjá fyrirtækinu Fjórhjóla ævintýrum í Grindavík reyndi með víkufréttamenn í svokölluðum buggy-bíl og við ókum eftir Suðurstrandarveginum þar sem sjá mátti 100 bíla í kantinum og fólk á ferðinni, ýmist frá eða að gosi. Við fórum ekki eftir stikuðu gönguleiðinni heldur í gegnum Merardali og jú, það var magnað. Já, það er magnað að vera komin hingað í Geldingadæli, hreint ótrúleg sjón. Eftir 5 daga er ekkert lát á gosinu og nú er komin hérna, já, hreinlega eldborg, margra tuga metra há. Það Sigurður, hvernig þú varst hérna fljótlega eftir að gosið hófst? Það er mikill munur að sjá núna 5 dögum síðar. Já, ég kom hérna í birtuskýlunum á sunnudagskvöld og þá var þetta 20 metra lægra og fossinn rann hérna niður hlíðina og þá glóði allt gilið hérna.
og mér sýnir svona hægt og bítandi þetta vera að fyllast upp og þetta fer að renna hérna yfir í Meradalina. En þetta stórkostleg sjón og upplifun sem að fólk á að fara varlega í kringum. En þetta eitthvað til að skoða og fara sér bara varlega. Og þú sem Grindvíkingur, þetta eitthvað sem þú varst að bíða eftir? Já og nei, það voru búin að vera miklar hræringar og við fundum vel fyrir skjálftunum í 3 vikur. En svo vorum við eiginlega komin í dvala og þetta kom eiginlega bara öllum á óvart. Við vorum fundum ekki að vera skjálftan ef við verið yfir 4 og allir orðin bara svona tiltölulega chill yfir þessu sko. En það gat alltaf farið upp. Hvar það færi upp, það gat verið hérna í nátthaganum eða hérna, það vissi enginn. En mér fannst þetta koma svona bara hreinlega aftan að öllum. En samt ákveðin fegileiki svona allavega hjá Grindvíkingu sem hafa náttúrulega fundið langt mest fyrir þessum skjálftum að undanförnu? Jú, þetta öryggi, þetta á góðum stað fyrir okkur og skjálftarnir eru hættir, allavega í bili. En sagan, hún getur líka sagt okkur það að þetta getur staðið lengi yfir. Það eru búin að vera gos hérna vestan við okkur sem að stóðu í 1219, 20 til 27. Þannig að sagan alveg til hérna að gos standi lengi yfir. Og þetta getur verið hrina núna ykkur ára eða mánaða. Jarðfræðingarnir, þetta erfitt en hérna þetta getur líka verið búið á morgun. Þannig að, já. Og þú hérna með 4 hjóla fyrirtæki, hvað þetta veisla fyrir ykkur og hvað, ef þú horfir svona fram á veginn líka, fyrir ferðaþjónustuna á Suðurnesjum og Íslandi? Jú, klárlega þetta það. Það náttúrulega ferðaþjónustan, þetta hvetur, þetta í rauninni eins og eftir hrunið sko, þegar Fimmvörðuhálsinn og Eyjafjallajökull og annað, þetta auglýsir okkur en við vitum alltaf ekki hvað það væri lengi, en það verður áhuga að sjá þetta. En allt svona þarf að fara varlega í og jú, það er mikið af fólki á ferðinni og veitingahúsin og allir njóta góðs af en það mikill æsingur í fólki og ég held að við þurfum að róa okkur niður og skoða aðstæður og vinna bara út úr þessu en þetta spennandi. Og hafið þið verið að flytja fólk hérna eða hefur svona verið eitthvað takmörkun á svona ferðahögum, getur við sagt hingað? Já, ferðatilhaganir hefur verið náttúrulega bara, menn eru bara að ná tökum á þessu og vindátt og leiðum hérna upp og það búið að stíga gönguleið sem mjög gott en við verðum bara að taka framhaldinu rólega og sjá hverju framvindur. Og þú varst eitthvað að ræða við okkur að þið hefðu jafnvel möguleika á að koma hérna með fólk sem að jafnvel væri fótafúið eða jafnvel fólk fatlaðir? Já, við tókum reyndar snemma ákvörðun að við færum ekki skipulagðar ferðir á fjórhjólum því að hér mikil umferð og yfirleitt þetta óvant fólk sem að keyra þannig að við tókum þá ákvörðun en við gætum náttúrulega, það búið að hafa mikið samband að fötluðu fólki og við höfum bara beint því til vettvangsstjórnar og lögreglu að vinna úr þeim málum og við þurfum svo bara að sjá hvað tímandi leiðir ljós. En þetta verður alltaf ske í samráði við alla og í öryggi. En það ljóst að Reykjanesskaginn aldeilis að fá svakalega auglýsingu. Ja, klárlega og menn eru bara að vinna undirbúningsvinnu, búin að vera því frá því að þessi veira kom til okkar og mér sýnist nú öll að hún sé með okkur upp og niður og núna erum við komin í eina lægðina enn, vonandi verður hún ekki stór en ég held að ferðaþjónustan þurfi bara að vinna sína og vera tilbúin þegar allt fyrir í gang því að það fer mjög hratt í gang og það mjög mikill áhugi og við erum með fallegt umhverfi hérna og við þurfum bara að vinna úr því. Það mætti ætla að Grindvíkingar væru ánægðir með athyglina og það kæmi sér vel fyrir rekstraraðili í bænum að fá gos. Við hittum veitingakonuna Höllu Svansdóttur sem var nýbúin að fá vondar COVID-fréttir þegar okkur bara garði. Halla veitingakona í Grindavík, hvernig hefur þetta svona birst ykkur í rekstrinum þessi mikla athygli á Grindavík og þessi gríðarlega traffík að koma að sjá gosið? Við finnum algjörlega fyrir traffíkinu, við erum náttúrulega hérna við aðalgötuna og við getum fylgst með að bílarnir sé að koma hérna alveg fullu inn í bæinn en maður finnur svo sem ekkert mikið fyrir að
að þessi trafík sé að skila sér til okkar þannig vegna einstefnunum alltaf út úr bænum aftur sko. Þannig að maður væri svo sem alveg til að sjá hvernig það kæmi út að því eru breytt. Það hafa einhverju hugmyndi verið reifaðir í því eins og að ferja fólk kannski héðan úr bænum og inn að gönguleiðinni. Já, það væri sniðugt að sjá hvernig það kæmi út fyrir alla aðila hérna í Grindavík held ég. Já, það væri kannski eðlilegt að þeir sem eru með rekstur hérna og bæjarfélagið njóti þess eitthvað svona aukinni athygli. Já, það er náttúrulega, maður sér það er fólk að velta því fyrir sér hérna á netinu að skipta skoðanir það, þannig að ég held að myndu allir vilja sjá það gerast, sjá bara hvað kemur út af því. Ertu búin að fara sjálf að gosinu? Já, við fórum á laugardaginn. Þetta var náttúrulega bara ótrúlegt, magnað að koma þarna og svo ætla maðurinn minn að fara aftur í kvöld til langar að sjá þetta í ljósaskiptunum. Og svona jarðskjálftarnir og annað, þú býrð hérna nálægt svona það sem þú kannski fundið mest fyrir þeim af þeim sem búa í bæjarfélaginu, það ekki? Jú, algjörlega. En það er allan að hætti núna í bili, þannig að maður finnur allan að mun minna fyrir því núna. En þetta er búið að vera, að einhverju leyti mjög skemmtilegi tímar, sko. Hvernig fannst þér svona Grindvíkingar taka því þegar gosi byrjaði svona, hvernig þetta búin að upplifa síðustu daga tóninn í fólkinu? Bara mjög vel, líka bara að því þetta kemur náttúrulega upp á þeim stað þannig að fólk svona finnur að það sé ekkert óöruggt sko. Þannig að það náttúrulega skiptir náttúrulega öllu en já, mér finnst bara allir ótrúlega jákvæðir yfir þessu. Þetta er náttúrulega tækifæri að einhverju leyti ef rétt að farið. Og já, ég held að sé bara allir ótrúlega kátir með þetta og eru að fara einu sinni, tvisvar og þrisvar hérna upp að góðstöðum sko. Tækifærið er einmitt næsta spurning. Er þetta ekki gríðarleg framtíð tækifæri fyrir Grindavík og Reykjanesið í ferðaþjónustu og horfa menningi svona björtum augum á það? Jú, þetta er náttúrulega, það kemur dagur eftir þennan dag, það er alltaf þannig og það hefði verið rosalega gaman að sjá hvernig það væri ef allt flug væri í gangi og allt væri bara eðlilegt í þjóðfélaginu. Þá væri alveg gríðarlega gaman að sjá hvernig það kæmi út fyrir alla, ekki bara hér í Grindavík, heldur bara í næri umhverfinu sko. Þannig að það eru mikil tækifæri og þá kemur COVID-inn og það er að trufla okkur enn meira og núna í dag, miðvikudag, þá eru verið að boða enn frekari hömlur og þetta er búið að vera erfitt ár hjá ykkur eða ekki? Jú, þetta er náttúrulega búið að vera ótrúlegir tímar sko, en ekki það er náttúrulega hjálpa til, náttúrulega að ríkisstjórnin er að reyna að hjálpa og við höfum verið að reyna að nýta okkur þau tækifæri, en náttúrulega við erum bara hjá Höllu er sama hér og upp á velli þannig að við höfum ekki fengið neina lokunarstyrki en eitt svoleiðis, en þetta, svo sem ég segi, þetta er búið að vera ótrúlegt ár sko. Frá Höllu í Marriott hótelið í Reykjanesbæ, en Ari Trausti Guðmundsson, jarðvísindamaður og þingmaður í Suðurkjördæmi, hélt erindi sem Víkurfréttir streymdu jarðvána á Reykjanesskaganum og fleiri tengdu. Fjölmargir fylgdust með fyrirlestri Ara Trausta sem fór á kostum með þekkingu sinni og skemmtilegri frásögn. Hvað finnst þér hafa komið þér mest á óvart í gosinu í Geldingadal? Það er sjálfur sér framvindan bara. Það að við skulum fá þessa sem við köllum frumstæðu basaltkviku sem er svona labþunn og kemur djúpt að og þetta samband sem er þarna við kvikumyndunarstæðin á nærri 20 km dýpi, 15-20 km dýpi, beint sambandi með kvikuþró eins og við köllum þetta nú gjarnan sem að dýpra liggjandi svona svæði þar sem að kvik er að myndast í verulegum svona magni. Það kemur mann á óvart og þar með þá mögulega hvernig þetta mun halda áfram. Það er náttúrulega kannski næsta spurningin og risastóra spurningin sem að þið jarðvísindamenn eigið kannski pínu upp með að svara. Hvað heldur þetta vari lengi?
og það eiginlega meira en pínu erfitt, það eiginlega útilokað að svara þessu. Það að segja, meðan innflæðið í gosrásina sem að gengur niður úr ganginum í sjálfu sér, niður úr þessu kvikuhyltusprungu, meðan innflæðið það niðri er svona eins og það þessi yfirþrýstingur þar og útflæðið uppi í takti við það sem það náttúrulega. Meðan þetta helst svona þá mallar þetta bara, einhverjir 5-10 rúmmetrar af kviku á sekúndu, eins og menn hafa sagt 1-2 elliðár. Og dalurinn fyllist, það fer að fljóta út úr honum í eina átt, síðan kannski fleiri. Gígarnir sem núna eru virkir sennilega saminast í einn svona suðupott, svipaðan og við sáum á Surtsey sínum tíma. Og þetta svæði, það að segja fullir geldingadalirnir fara að taka á sig svona kúfta mynd, svona dyngjumynd. Hvað þetta tæki langan tíma svona hægt að giska á en við vitum ekki hvort gosið stendur í nokkra dagi viðbót, nokkra vikur viðbót, nokkra mánuði viðbót eða nokkra ári viðbót. Ég ætla ekki að segja áratugi en það ekki heldur útilokað. Þannig að í raun og veru þá ekkert að gera annað en að fylgjast með, halda áfram að mæla það sem hægt að mæla og búa til dæmis rennsliskort eins og Jarðvísindastofnun hefur verið að gera, sjá svona hvert hraunstraumarnir geta farið ef maður bætir alltaf við rúmmálið. Þetta nú svona það sem maður sér fyrir sér en svo náttúrulega samfélagslegi þátturinn og efnahagslegi þátturinn sem kannski eitthvað fyrir sjáanlegri. Suðurstrandavegur og Suðurströndin eitthvað líklegt að þetta nái svo langt? Nei, ég var nú ekki búinn að stúdera landslagið þannig á þessu hraunflæði líkani sem að til þá það Merardalirnir sem eru næstir. Ég held að hraun nái í Nátthaga og þangað niðri til ég þori bara ekki að svara því ég hef ekki legið yfir þessu þannig en það allavega mögulegt að ef þetta heldur mjög lengi að hraunið verði orðið býsna myndalegt með einhverjum skæklum sem að stækka og þetta getur orðið mjög fallegt. Nokkrar svona spurningar sem að tengjast Suðurnesjunum eins og fékkstu í þínu erindi hérna, eru vatnsból á Suðurnesjum í hættu til dæmis? Nei, ég myndi ekki telja það ekki að þessu gosi. Nei. Og þú fékkst einnig spurningu til dæmis og ég veit að þú hefur oft svaraði og þannig ég beðið stuttasvari við því að til dæmis varðandi byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni. Já, þetta setur svo sem það í nýtt ljós vissulega og menn geta verið sammála eða ósammála því mati sem að á náttúruvá eða jarðvá sem að fylgdi Rögnuskýrslunni, annaðhvort sammála eða ósammála, ég ekki sammála því. Það kemur nýtt mat væntanlega sem þá kannski nær því sem ég myndi hugsa en ég myndi setja stórt spurningamerki við að þessi flugvöllur væri byggður bara út af þessu, það að segja hraunrennsli og svo náttúrulega annað sem kemur til, skilurðu veðurfar líkt því sem í Keflavík, þörfin, lausnir sem að gætu hentað innanlandsfluginu betur og svo framvegis en svona jarðfræðilega séð þá finnst mér að menn eigi að fara sér mjög hægt í að ætla að byggja þarna flugvöll. Jarðskjálftar sem að voru forleikurinn af þessu gosi, má eiga vona því að þeir haldi áfram? Það fer nú allt eftir því hvað gerist í framhaldinu vegna þess að ef við erum að detta inn í svona virknistímabil þá halda þetta kemur skjálftavirknin annar staður upp þá væntanlega og þar geta fylgt eldgos. Hvað erum við að tala langan tíma? Við vitum að svona óróa tímabil hafa staðið í tilteknu eldstöðvakerfi í alltaf 20-30 ár. Svo hefur það fært sig á milli eldstöðvakerfa þannig að það raun og veru ekki hægt að segja annað en það að við eigum eftir að upplifa fleiri jarðskjálfta en svo náttúrulega þessi stóri sem að gæti orðið á svæðinu sem austar, þar sem austan við Kleifarvatn
það ennþá til vegna þess að sko, bæði náttúrulega búið að safna þar upp spennu norðan og austan við núverandi gang. Eitthvað af henni hefur losnað en ekki kannski allt. Nú síðan hefur verið sótt að þessu svæði sem við erum að tala úr austri með suðurlandsskjálftunum stóru tveimur. Þannig að það skák milli svona nokkurn veginn Hellisheiðar og Kleifarvatns, stór spilda, jarðspilda sem að lítið hefur hreyfst. Þar eru sprungur sem að liggja norður-suður og þar hafa menn verið að ræða og þá Veðurstofan ég nú að vísa til Kristjánar Jónsdóttur til dæmis með skjálfta upp á 6,5 sem að væri svona eins og að leysa út alla þessa uppsöfnuðu spennu sem að og við vitum að þarna voru slíkir skjálftar. Þannig að við mögum ekki gleyma honum. En eru meiri rólegheit núna meðan það gos? Yfirleitt það svo og menn sjá það bara að þetta var orðið sko langt yfir 30.000 skjálftar og það voru jafnvel mörg þúsund á dag. Núna þetta dottið onni á 48 tímum, einhver sko 200-300 skjálftar, allir litlir og það mjög líklegt að akkurat það haldist og það bara miðað við það að þarna bara gos á þessum stað en svo náttúrulega ef að kvika farin að hreiðra sig annar staðar í öðrum kerfum til dæmis að þá náttúrulega gerist það óháð því hvað þarna á ferðinni. Ferðaþjónustuna á Reykjanesi, Suðurnesjum. Við getum sagt að hún brosir núna, sjáu fram á mikla möguleika. Hver þín skoðun á því og einnig komstu með fleiri svona hugmyndir í erindinu þínu sem að tengja svona atvinnumálunum í tengslum við þetta? Og þannig að við myndum segja sem svo ef að þetta mallar svona áfram, það eins við smitt náttúrulega bara, að þá auðvitað dregur það fólk hingað alveg eins og það að draga okkur á þennan stað, Íslendingana og þá getur það gerst með ýmsum hætti og það fer eftir í hversu lengi þetta heldur áfram, hversu mikið aðdráttar þetta verður. Þetta í keppni við COVID, ekki satt, að COVID leyfi okkur að taka við svo miklu fólki og mjög margir myndu fara náttúrulega þarna og við þekkjum þetta til dæmis frá Hawaii þar sem var svona löng gos eða Stromboli á Ítalíu og svo framvegis. En atvinnutækifærin sem að tengjast þessum jarðminjagarði, þau eru náttúrulega ansi mörg og það vegna þess að það hægt að búa til það eru sko yfir 40 áfangastæðir í þessum stóra jarðminjagarði. Það hægt að taka svæði sem eru sem sagt minni og búa til svona þemagarða við Grindavík út á Reykjanestánni eins og menn kalla gjarnan eða Reykjanesinu hinu eiginlega á Krýsuvíkursvæðinu og víðar og búa til tækifæri þar sem að menn fá leiðsögn beint í æð, þurfa ekki að ganga nema stuttar vegalengdir en sjá mjög margt í einu. Þetta einn möguleikinn og svo allt sem tengt jarðhitanum, ylrækt, þörungarækt, fiskirækt, efnaframleiðsla og það allt saman fyrir utan orkuframleiðsluna sjálfa. En þessi jarðminjagarður að mörgu leyti enn ónýtt öðrulind vegna þess að það þarf að leggja meira í áfangastaðina, það þarf að koma upp aðstöðu sem út á Reykjanesi við Vitan. Þetta á kostnað sveitarfélaga, ekki ríkisins. Þetta ekki ríkisgarður, þetta sveitarfélagagarður. Þannig að sveitarfélaginu þurfa að gera þessi í brók ef þau ætla að sem sagt, fjárfesta í honum sem UNESCO-garði og hala inn á hann pening hjá gestum. Þá kostar það dálítið. Það búið að leggja 2 göngulegir nefnilega sem dæmi út á Reykjanesinu sjálfu, önnur 5 km, hinn 12 km, 100 gíga leiðin. Þar vantar alla aðstöðu, alla leiðsögn, það bara stikur. Þið sjáuð ónótu tækifæri í þessu. Ég vil náttúrulega minnast á Auðlindagarðinn sem náttúrulega afsprengi af orkunni á Reykjanesi. Nákvæmlega. Gríðarlega, það talaði um þessi 1200-1300 störf sem í hennum og frekar hátt launum. Já, og hann ekki tæmdur ennþá einu sinni, sko, skilur. Auðvitað þetta partur af og minnir okkur líka þetta svokallaða hringrásarhagkerfi, skilur, það sem að allt sem að tilfellur í samfélaginu endurnýtt til þess að auðvitað orku líka. Við eigum langt í land með það að endurnýta allt sem að fellur til hvort það í iðnaði heimilum eða sem framvegis. Það búið að taka stór skref en það ennþá töluvert langt í land. Þannig að
hvernig sem við lítum á þetta þá blasa við alveg sandur að tækifærum. Nýsköpunin, hún líka, það líka verið að búið að móta nýsköpunarstefnu, það verið að breyta skipulaginu, það búið að tengja þetta inn í byggðaáætlanir, það eru fleiri sjóðir en nokkru sinni fyrr og svo framvegis, þannig að það tilefni til þess hér á Reykjanes, skaganum öllum, alveg saman hvort það er Hafnarfirði eða hér út í Reykjanesbæ, að efla nýsköpun verulega mikið og ég myndi til dæmis telja eldsneytisframleiðslu, bæði vetni, lífdísil og alkohól. Þetta allt saman hluti sem okkur vantar og mun vanta á næstu áratugum. Þetta kjörlendi til þess. Og svo ert þú hætt í pólitík núna þegar allt á fullu hérna? Já, það nú bara vegna þess að þegar maður búinn að vera 6 þing í haust, þá finnst manni það góður skammtur. Allt mitt líf svona kaflaskipt í þessu eða þessu eða þessu eða þessu. Sumt af því sem ég var að gera áður en ég fór á þing vil ég taka upp aftur og svo náttúrulega fullt af ævintýrum sem að maður þarf að komast í, bæði hérlendis og erlendis og svo ég góða fjölskyldu sem ég þarf að sömuleitt að rækta betur. Vegna þess að þingmennskan hún gleypir þig dálítið mikið. Þannig að ég sé bara fram á að það sé eiginlega mátulegt á mig að hætta í september. Leið og við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra fjölmiðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað sem dreift frítt á Suðurnesjum og á netinu, daglega fréttaþjónustu á Víkurfréttavefnum vaff.is og golffréttir á kylfingur.is. Við sendum bestu kveðjur út í komandi dymbilviku. Já, það ljóst að þessu gosi hvergi nærri lokið en við kveðjum héðan úr Geldingadölum.